Það hérna sko. En núna er þetta kelmi og svo frján heita 7,6. Og svo getum við breytt að við förum yfir á, eins og núna förum við vatninu yfir í sjóinn, þá áttum við að breyta þetta gildum fyrir kælinginu sjálf. Því að það gildi alltaf reglur. Við förum við sjóinn í mínus 1,7 á móti 0,5 gráðum í vatninu. Þannig getum við breytt í öllu. Svo þá náttúrulega þurfum við að endursetja hana þýtti að staðnum. Erum pressurnar. Pressurnar á bænum. Kannski þetta við í fullt á heilin á heilin. Þess að ef við erum einir þá 6 minútur röðum að vera einar. Með þessu tveir punktar sem er einst við tilinn, þetta er olíuskilurnar. Og olían rennur í pressunum sem að eima upp alla hugsanlegan kælimiðil í olíunni sem safnast oft fyrir af því að sko olían á þessu pressun er þannig gerð að hún samlagast kælimiðlum eða öfugsum, þeir samlagast og það er bara gert vísindandi. En þegar við þurfum að eima það alltaf upp á við þurfum að setja í gang. Annars getum við ofta að sprengja pakningar og slíkt eða svo mikið texta og tæma olíun á kælimiðlum, hann eimast upp. Það kemur hérna frá einsón inn í hérna olíuskilurnar, þaðan út, hérna snútt ofan í þetta er hérna einsóninn, þessi langi snúttur hérna, nái. Og hérna er saftpunktur fyrir neðan, hann og allt það eru fullur, það er flotflóki í honum sem að stjórnar hefur áhrif á þenslokkan hjá okkur. Þannig er sjóglas. Svo kemur kælimiðin hérna niður fljótandi. Sjáum þetta allir? Kemur kælimiðin hingað, hér í. Og þetta er nú hérna, þetta er sían eða þurrkarinn svo kallaður. Hérna er með hvað er þetta? Silikagel? Já, silikagel, já. Inn með hérna silikagel. Og látið það í gegnum það, inn á hérna. Með partur og svo kallar. Það er til þess að ef það myndast hugsanlegur eimur og þá verður einhver svona þrýstifall hér yfir. Það getur myndast hugsanlegur eimur og hérna látum við vökva falla niður. Þannig að það verður alltaf vökvi á þenslokkan. Þetta er þenslokkin. Það er PM-gerð. PM3 allt sem það sko að það tæmist aldrei þarna. Hann er bara að hugsa um það. Hann er bara að hugsa um að það tæmist aldrei að kerfinu andist aldrei um gamlu vökva hér. Nú, til þess að jafna niður álagið því að þegar við erum að kæla þá kannski verður álagið nýst mikið. Við erum þetta 3 þrep á pressunum. 33, 66 og 100 álagið. En til þess að gefa svona kælikerfinu ákveðið sveigjanleika þá erum við svo kallað heitinsprautur. Það er heitinsprautur. Og heitgasinnsprautur. Það er sem sagt, þá hleypum við heitgasi, tökum hana, þið sjáu litla röð sem kemur út úr hvíta hana. Það er rétt til beygjuna niður í eins svona. Hérna? Já. Þið sjáu hann líkur hérna, kemur hér. Kemur hérna. Og inn á þennan boka. Og hann hleypur heitgasi fyrir framan þenslokkan. Og það gera verkum að það svona hálf platast kerfið. Það fær á tilfinninguna að það sé sko meiri þörf á kælingu því að þetta nákvæmlega hleypa ákveðnu orku inn á kælimiðin. Og þetta náttúrulega heldur pressunum lengur í gangi en við getum sagt að álagið á allt kerfið það er að jafnast, það dempast aðeins. Það er ekki sífellt að skipta úr 66 og inn í 33 heldur svona, ef það koma einhverja snöggar álagsbreytingar, þá dempar hann aðeins álagið. Þið eftir að kynnast þessu, sérstaklega þessar það eru 3 aðferðir sem notar til þess að jafna, eða svona, hvað sé álagsjafna kerfi, ef maður kála þannig. Hérna er náttúrulega eimararnir inni, hérna er fullt af rörum inni, sjórinn leikur inn í rörunum, hann kemur hérna frá dælan niður, sjáðu, hér inn í. Hérna frá dælanum, hér inn í og tekur beygju þarna í endanum og hér tilbaka. Og við viljum
allt eins í raun og veru, prinsipið. Já, það er Þetta er Sunnuberg. Og svo beitur.